Gunnar Þ. Andersen, forstjóri fjármálaeftirlitsins, hefur sent frá sér yfirlýsingu vegna umfjöllunar Kastljós í gær. Þar gagnrýnir hann umfjöllun þáttarins aðkomu hans af aflandsfélögunum LB Holding og NIB Holdings. Sigurmar tekur nú við. Í yfirlýsingu Gunnars kemur fram að hann telur umfjöllun Kastljós vera mannorðsmorð og fullyrðir að þar hafi ekkert nýtt komið fram. Hann segir mikilvægt að skoða þáttinn í því samhengi að nú styttist í útgáfu fyrstu ákæruskjala í kjölfar bankahrunsins. Þá hafi hæfi hans verið kannað af Andra Árnasyni lögmanni og engar athugasemdir verið gerðar og að ekkert refsivert liggi fyrir. Þá segir hann að hugtakið óvirkur stjórnarmaður, sem hann notar í ansvari til Andra, hafi átt við einn tiltekinn gjörning og þá í þeim skilningi að hann hafi ekki komið að undirbúningi þess máls. Hann hafi ekki sett hugtakið óvirkur stjórnarmaður fram sem allsherjar refsileysis ástæðu, þótt óvandaðir aðilar hafi kosið að rangfæra þetta atriði. Þá segir Gunnar að hann hafi fullan huga á að rækja rannsóknarskyldur sínar áfram af trúmennsku, þótt það kunni að valda titringi. Vegna yfirlýsingar Gunnars er rétt að taka fram að í dag ákvað stjórn fjármálaeftirlitsins að láta óháðan aðila fara aftur yfir hæfi Gunnars vegna umfjöllunar Kastljós og nýrra upplýsinga sem þar komi fram. Einnig mun Andri Árnason hæstaréttarlögmaður fara aftur yfir hæfi Gunnars vegna umfjöllunar þáttarins. Og vegna orða Gunnars mannorðsmorð vill Kastljós taka fram að slíkum ásökunum alfarið hafnað. Kastljós metur það þannig að full ástæða hafi verið til að fara yfir málið í heild sinni vegna nýrra upplýsinga og fullyrðinga heimildarmanna þáttarins að Gunnar hafi verið jafn virkur og aðrir stjórnarmenn í aflandsfélögunum. Þá var haft samband við Gunnar áður en þátturinn fór í loftið og honum boðið að tjá sig en hann afþakkaði. Kastljós stendur því við umfjöllunina. Yfirlýsingu Gunnars má lesa í heild sinni á vef okkar ruv.is. Þar er líka að finna umfjöllun Kastljós frá því í gær og einnig fréttir fréttastofu RÚV af málinu. Ragna